Happy birthday to you. Happy birthday to you. Wow. Þetta var bara fallegast so far. Alltaf betri með hverju ári. Wow, þú erum bara að æfa þetta. Ég var að æfa mig. Hvað þetta er 4. afmælisþátturinn? Já, það ekki? Jú. Vá, pældi því. Þetta er... Nei, geta það verið? Já. Þetta er ekki 4. árið okkar. Jú, 4. Ég held við byrjum when it was sunny 25. Að það? Nei, það er 3 ár síðan. Oh my god, kann ekki telja. Já, við byrjum náttúrulega í september, þannig að ég var búin í ammali. Já. Við eigum alltaf jafn mörg ammali í tebúðinu. Og við byrjum eftir, þú veist... Nei, það er ekki rétt. Já, við 2, skilur við. Það er engin sem á ammali meira. Nei, við náðum ekki ammali fyrsta ár. Nei, engu ammali. Nei, engu ammali. Nefnum bara tebúðsammali. 3. ammaliðið í tebúðinu. 3. ammali með tebúðinu. Og bara, ég er í áfalli, Birta er búin að baka... geðveika köku. Nei, sko, þeir sem sáu náttúrulega afmælisþáttinn minn, ég var náttúrulega bara, ég var að fá skilabóð daginn from what bakery did you get the cake, your birthday cake? Ég bara, no bakery, my friend just made it. Very talented. Þetta er rosalega flott veistu hvað millimetrar þetta eru? Já, ég veit það. Það? Já, og ég keypti 26? Nei, ég veit það, hvað er ég að segja? Ég veit það ekki, ég veit bara númer hvað það er. 364. 364? Já. Ég þarf kannski að fá þess að lána það, ég er ennþá... Ég á líka stærri. Það alveg eins? Svona skell, þetta er svona shell? Shell, já. Hann er flott. Rosa flott. Þú mátt fá það að lána. Takk. Fyrir laugardaginn. For Saturday. En heyrðu, first time sem við tökum upp ammælisþátt á actually ammælisdegi. Þannig að við vitum að þátturinn að koma svolítið seint út í dag, en það er því að þetta tekið upp in real time. Við erum actually bara núna 7. ágúst á ammælisdeginum. Þetta er actually ammælisdagur minn. Já. En svo getum við gert þetta. Það er ógeðslega gaman. Já, það er sjúklega gaman. Það er lest virðið að þátturinn komið aðeins seinna út, af því að þetta er það skemmtilegt. Okkur langar að prófa þetta og við nefndum ekki einhvern veginn að taka hana þátt á mánudaginn eftir þjóðhátíð, skilurðu? Nei. Frekar að bara taka hana á miðvikudeginum, bara á ammælisdaginn. Það er alveg, it's a vibe. It's a vibe, ég er mjög ánægð með þetta. Við hefðum eiginlega helst að taka hana upp í gær. Já, seinstulega. Við svona græja okkur í gær, bara til þess að gera þetta að, þú veist. Einmitt, og ég var bara að baka köku allan gerdaginn, skilur, ég hefði ekki sem geta. Þú veist, basically. En þetta er perfect. You gotta pop the bottle, it's your birthday. Oh, it's the tradition. Of course. Langt síðan ég sé þetta freyðvín, ég er mjög spennt. Þetta var one of my favorites. But if it's pink and sparkly, it's something for tippaði, sko. Þannig að Pisolato, Rosé, Glimmer. Og sko, Sunniva, til hamingju með daginn og veðrið. Einmitt. Þegar sko, þú veist, ég heiti Sunny. Þetta er að fara að vera sunny on my birthday, sko. Viðurspennur voru ekki bjartsýnar, en akkurat í gær, það var bara allt í einu. Það? Já. Ok, ég nefnilega heyrði í útvarpinu morgunar ennþá spáð bara rigning og gráu í dag þegar sólinn var byrjað að skína í dag. Nei, eitthvað inn á veður.is. Það er eitthvað aðeins snúð. Ég er allavega búin að bóka þetta, sko. Velgerst, takk fyrir það. Thor, minn God, hann vissi að ég ætti afmæli. Ok, are you ready? Já. Oh my god, fuck. Það var engin tími þarna til. Þetta var bara, are you ready? Herðu. Vonandi kom ekki eitthvað í loftið. Nei. Þetta er flott. Wow, hún var bara open me up. Hún bara, I am ready. Let's celebrate. Núna er ég bara svona, tók ég ekki örugglega rétta flösku? Jú, þetta er rétt. Já, meinar þetta sé eldri flaskan okkar. Nei, Sekkum bara á sig hvort það sé ekki í lagi með þetta. Á maður ekki að þefa. Ég hef aldrei pælt í, ég hef aldrei lentið í að vín rennur út hjá mér. Nei, þú veist, er það hægt? Það er hægt. Ég lentið í bara svona litla flöskur, skilur, sem að kannski færi gjafir eða eitthvað. Já. Ég er lentið í svona bjórar þannig sem eru niðri í gims, eða þú veist, sem eru niðri. Já. Þeir verða... Já. Allt svona litlir. Mér langar skála. Ó, sorry, skál. Ég var svo spennt að vita hvort það væri læg með þetta. Ég held að þetta sé gott, sko. En heyrðu, á boðstólum í dag, við ætlum að hafa þetta smá svona... Ég líka reyna að læra því að, þú veist, það má ekki vera of mikið. Þegar við borðum aldrei það mikið, þetta er þáttur. Einmitt. Við erum aldrei það mikið að borða. En við erum vissulega með Leo Queen köku. Because he's a Leo Queen. Svo erum við með kissuber. My favorite. I know it's your favorite. Jarðaber, alltaf gott. Gekkið. Melona, because it's colorful and good. Svo svona little ostabakka með súkkulaðihúðum jarðaberum. Geðveikt. Bleiksúkkulaði og hvítsúkkulaði í anda bestís. Já, þetta er bestís jarðaber. Já, nema svo eru hindberum bara hér. Það var þú veist, að reyna súkkulaðihúð þau hefði verið mjög erfitt. Já. Þannig að ég tók jarðaberin í staðinn, svo erum við með 2 góða osta og chili sultu, because it's good.
Ó, já. Fylgur veistla. Ekki? Jú, oh my god, takk fyrir þetta. Bara minnst að þannig bara digg inn. Við langar í eitthvað. Oh, I will. Það hengi. Jú. Og svo erum við bara með cute diska í það. En segðu mér, hvernig hefur dagur verið so far? Bara geggjaður. Já. Ég vaknaði klukkan 7. Já. Snemma. Ég vaknaði sko fyrst á undan vekjarklukkan með leiðis smá þess að krakka. Og það var svo spennt. Greinilega. Æ. Ég var bara svona, klukkan er orðin 7, því ég er svo hrædd um að ég sitja aldrei vekjarklukka því að ég vakna alltaf bensa vekjarklukka klukkan 7:30. En ég þurfti að vakna 7 því að hún fyrir padel. Og ég þurfti að blása mér hárið af því að ég fór styrstu deginum áður. Það var enda rennandi blött ég vaknaði. Veitu, já, fórstu styrstu Kvöldin áður. og blista ekki. Nei, Já. að ég reyna, þú veist, minka hitan á það akkurat núna, ég er að reyna að vera svona wholesome era coming through Ok, love that. og ég seti bara í svona, þú veist, trefja hangklæði Já. og bara vefði og það var bara ennþá blautt í morgun en Já. þurfti samt bara að blása þá bara í 3 mínútur eða eitthvað svona Ok. næs. Það er næs. Hvað ástæðan? Já, ég vaknaði 6:30 og ég eitthvað, já, ég vaknaði svo er bara, á ég kannski að reyna að svo ég haldum við Æ. þannig ég gerði það. Já. En ég var samt bara svona, þá mun ég örugglega vakna minna fersk, veistu hvað ég meina? Þegar Já, maður já, en maður tekur hennan já. snús. En hvernig varstu þegar þú vaknaði svo? Ég svo svað til 10 mínútur yfir eða eitthvað. Já. En ég var mjög lengi að vakna svona í augunum. Já, En fór já. bara beint að gera skinnkerfið mitt Já. en ég var mjög hress, sko. Ok, ekki. Það er líka svo hreint heima. Já, þú er samt búin að eyða bara síðustu dögum í að taka til, Já. sko. Bara það er bara svona eins og sért í reyðurskerðu eða eitthvað. Nei, sko, ég sagði líka bensa bara, ég vill að ég erum bara að halda náttúrulega, þú veist, ammæli á laugardaginn. Það mér langar að hafa allt geðið hreint á ammælinu mínu, bara Já. báða dagana, þannig að alla vikunum, basically. Og það er bara eitthvað svona, þú veist, mér líður ekstra vel að vitandi að það er hreint heima á mér. Já. Svo voru að fá þess að geggjaði ryksu. Hefur það ryksu? Já, nice. Ég ekki bara að segja frá henni. Nei. Hún var svona, bensi, ég kipti hana með úti og var þetta ókslega perrið út í hann fyrir að hafa gert það. Af því að ég var með drauma ryksu í huga. Ok. Og okkar báðar ryksugur biluðu, Já. róbotinn og hinn. Þannig að bensi fór bara og kifti ryksugu. Og ég var bara, how dare you, bara ekki tala um mig. Ég var útgíslaði miðaldra. En Ég vildi vera með í þessu ákvörðum. Já, þetta er alveg stór ákvörðun. Já. Þetta er nýjum fjölskyldumöðlum. Já, nei, sko, ég nota ryksugur 3 á dag. Já, þetta er svo Gunnar Patrik. Já, og ég er líka með 2 hunda, þú Já. veist, þannig að auðvitað, Já. það verður. Og núna, þessi ryksuga, ég fyrir ekki á honum. Að því, oh my god, hvað hann er góð. Er hún amazing? Já, Vá, ok. hún skúrar, Birta. Og ég með vantar Hún svona. er svona, veistu, með svona diskum sem skúrar. Ég selt. Ég íti bara að taka henni, ég skúrar ryksuga okkur einn stið. Ó, næs. Já, gólfin er ekkert eðlilega hrein. Næs. Já, ég er Vá. bara, það er svo skemmtilega sem ég geri. Líka þú veist, ryksuga eru steps. Satt, já. Ryksuga er alltaf gaman. Já. Ekki eins og mín, þú er með henni fucking snúru. Það er gal. Það er galið. Já. Það er ógeðslega leðilegt. Það er bara svona alltaf svona, Já, alltaf að skipta Já, með vinstungu. það er glatað. Er Það er þetta enda ganga frá bestu henni? ryksuguna sko til að ná hotnónum og einhverju shiti. Já, vissulega, en þú veist. Hittir minn þægilega sko. Leðilegt að geima þetta, leðilegt að vinna með þetta. Þannig að Þú verður að fá það svona ryksugu sko. Svo til, Já. En var þetta ammælisgjöfin? Nei, vissulega ekki. Ok. En kannski, ég veit það, ég er ekki ennþá búin að fá það. Kannski er náttúrulega, já, ryksugan var það. Já, og Það er náttúrulega, við erum búin að ræða það, má ekki gefa ammálskjöfu sem er eitthvað sameiginlegt á heimili. Má ekki. Nema að sé svona ákvörðun. Já, við Gunni hefur enda gert það ákvörðun, við gerðum ákvörðun í fyrra. Með stólana, eða Þá ekki? tókum við barstólana sem var þá hans ammælisgjöf og stólarnir við borðið voru mín ammælisgjöf. Það er fyrr. Já. En það er þegar það er ákvörðun, Já, skilur já. ekki bara eitthvað að kaupa ryksu og þú veist, ekki segja Og mér bara frá til því. hamingju. Já, það væri, ég væri svona, heyrðu, ég var með draumaryksu og þetta var ekki sem hún. Já. En jú, vissilega væri ég örugglega mjög ánægð með ryksu, sko. Já, Ég elska- maður elska orðið það. svo miðaldra maður, hæ? Ég veit ekki ekkur, það er bara, ryksur eru... Það er svona þrýfudót, það er bara skemmtilegt. Sérstaklega ryksur, svo. Já. Þetta er tæki. Já, tæki er Sem alltaf gerir svona skemmtilegt. ekstra eitthvað. Ég væri til í eitthvað svona tæki sem gluggar hinsar. Já, og það er til svona á Amazon, svona, setur báðum megin við og svona... Í svona segull. Já, mér var þannig. Það er sniðið, sko. Mér langar líka að pröfa þannig. Að því ég bý svo hátt uppi. Já. Að það er ekkert þrifi gluggarnir fyrir utan. Er það ekki mjög sjaldan eða eitthvað? Já, og þú bara, þú veist, 2 ári eða eitthvað. hrikalegt. Hræðilegt. Þú veist, það er líka enn í okkur 2 ári eða eitthvað, við búum upp í sjó. Já. Þannig að það er alltaf skítu í glugganir og pallurinn. Ég þreif pallin í gær. Nei, svalinnar okkar í gær. Það. Já, bara, ég tók bara svona milljón svona, fyllti svona tóman hérna uppþótta í svona þvottaðarnisbrúsa og bara smúlaði allt. Já. Það verður svo ógslegt. Og þú varst að baka í gær. Ég var að baka. Þú varst að baka kökuna hérna. Sem verður borðið í dag. Sem verður borðið í dag. Ok. Já. Það var, svo ætla að gera,
Já. Ég var að æfa mig, sko. Já, svo ertu að halda ammæli á laugardaginn. Og laugardaginn. Hvernig ammæli ætlarðu að halda? Ég ætla að halda svona, ég veit ekki hvernig útskýrt, svona gather girly, ekki beint brunch, svona afternoon tea vibes, einhvern veginn. Elska. Svona freyðivín, en samt líka palomas, smá, svona litli réttir, kökur, muffins, eitthvað svona afternoon tea, basically. Já. Svona snittur og, mér langar ógeðslega að gera svona mini sandwiches líka, skilur. Svona eins og afternoon tea. Já, bara svona með túnfisalati og eitthvað. það er Nice. ógeðslega gott. Geðvikt. En já, og það er bara svona, bannaði mæti svörtu. Já. Sorry, ykkur sem er ekki búið. Þið munið sjá myndir. Já. Kem ekki öllum fyrir. Nei, þetta er ammælisveislan sem við höldum með hlustundum, þannig að það er bara svoleiðis. Það er bara staðan. Það er bara stundum svoleiðis, en ok, þannig að það er svona afternoon tea girl vibe núna á laugardaginn. Og mér langaði bara svona draumurinn minn þetta árið var bara, þú veist, fá bara svona alvöru vintage köku sem þú sér í útlöndum. Veistu hvað ég meina? Bara sér á Pinterest. Já. Og ég var bara svona, ég veit ekki alveg hvort það sé eitthvað sem gerir þannig, skilu. En það er alveg náttúrulega fullt af ykkur bakaríum, en ég veit ekki, mér langaði bara að taka þetta challenge á mig. Já. Og sjá hvort ég myndi geta þetta. Og ég myndi segja að þú stóðst þig ógeðslega vel. Það var svona, ég myndi alveg segja það var svona 7-5. Já, af 10. halló, alveg 8-5. Ef ég hefði ég gerði sko afturkrem, ef ég gert kremið aftur og sett það alla dúllunar, sem skrauti. þá hefði hún alveg náð kannski 8-5. Ok, var það bara skrauti sem var að pyrra þig? Mest, já. Ok. Af því að kremið, maður ég sendi þér SMS, kremið, ég veit ekki hvort ég gerði nýtt krem, ég hefði þetta að gera, því ég gerði svo krem, þá gerði ég svona miðir hringin og hafa miklu flottar, miklu betra smooth. Já. Fuck. En þú lærir, þetta er ástæðan fyrir að gera pröfuköku. Akkurat. Það er gott, sko, þú veist, að því að maður gerir þetta ekkert oft á ári og svo, þú veist, þannig að maður gleymir svo hratt inn á milli. Bara byrju hvernig gerði ég þetta? Já. Og maður lærir líka bara með hverju árinu einhvern veginn. 100%. Þú ert alltaf að baka alltaf emblu líka og svona. Já, ég baka emblukökur, en þú veist, en einmitt, það eru oft bara svona, ég var ekki ánægð með kökunni í ár, en ég hef verið ánægð. Já, nei, hún varð ekki nógu blá, hún varð svona sægræn, en ég leta bara slæta því að hún var komið á og ámælega og það byrjaði smá. En þú veist, já, maður lærir svona eins og crumb coata og eitthvað svona, maður getur gert það eins betur og hann er svona, en mér var svolítið gaman að gera þessa í gær og æfa mig. Já, perfekt. Ég spurði hann einmitt hvort þetta væri sykurmassi af því að hún lúkar það smooth. Þetta lúkar ekki svo smjörkrem, sko, mín er ekki svona smooth. Já, þetta er smjörkrem, sko. Vel gert. En ég var lengi að smooth hana. Það er þólum að þessu vinna. Já, það er það. Já. Ég er bara búin að vera bara sem vinni í svona bakarísgeira og er að gera svona kökur að daglega. Fucking respect. How? Respect. Ég væri sko dýrasti bakari landis á tímaköpinu mínu. Já. Ég er svo fucking hæg. Já, ég líka. Og líka bara hvernig náður að gera þetta bara dag eftir dag. Smooth as fuck. Já. Bara margar á dag. Já. Og það sést ekkert svona í gegn. Nei. Bara hvaða rugl er þetta? Og líka þú veist, ef maður feilar, þá er ég bara svona, æði mín kaka, whatever. En þau bara þú veist, að laga það að þetta er customer, skilur. Og fólk bara búin að borga á eitthvað. Já, ég gæti aldrei gert þetta fyrir einhvern annan, skilur, nema bara vinkonum mína eða eitthvað. Samanlegar. Það er við fekkum dagann, hvaðan er þessi kaka? Bara, my kitchen. Já, my kitchen. My kitchen. So many hours, my friends. Já, þú veist, ég veit ekki hvað ég myndi selja hann á, sko. Ég skil að kökur eru dýrar. Já, maður skilur það alveg. Herru bara bippa hérna. Við þurfum að hafa opinn glugga því það er svo heitt. Já, þetta er alltaf. En áður en lengra haldið að það er ekkert eðla mikið að pökkum minna. Já, akkur svona margir pakkar. Þú veist, það er svo góð spurning. Þannig að ég held við ætlum að byrja á einu minna. Ok. Byrjum á þessum hér. Má ég kristan? Já. Mátt kristan. Það er alltaf gaman að gefa pakka. Vá, við vantaði einmitt svona. Það? Já. Frábært. I needed a restock. Mr. Co. Mr. Co er gefaði gafasetti sitt í afmælisgjöf. Vá, bestu mín. Já. Við erum með Deep Clean sprayið og Daily sprayið og Removing Towel fyrir bustana. Þannig að þú varst með allt í einu pakka þarna. Já. Svo góð gjafaskja. Ógeðslega góð gjafaskja, ógeðslega sniðu gjöf. Þetta er að kaupa bara á sölustöðum Mr. Co. Og líka bara full size. Bæði. Já. Þú veist, þetta dugur ekkert eðlilega lengi. Já,
alveg 100%. Takk fyrir mig, Mr. Co. Já. Það er geðveikt. Þannig ef þið eru að leita góðri afmælisgjöf þá er Mr. Co klálega góð hugmynd sko, fyrir þau sem að, fyrir öll sem að nota make-up og þurfa að reynsa á bustuna. Keep your brushes clean. Og eins og það er mikilvægt. Já, eins og talaðum áður þá er þetta að nota hérna líka litla hanglaði í alls konar. Einmitt. Ég fyrir alveg að myrða eitthvað sem er að Ég fucking trúi banka ekki að það sé ykkur að fucking banka á ammælinu mínu. Og ég fyrir að banka hjá honum og segja, já, ammæli fyrir Ég er bara sorry á ammæli. Hvað er í gangi? Hann má þetta ekki í dag. Hann fær ekki að ruin Í dag our má vibes. hann það ekki. Nei, en þú veist, af hverju ertu ekki út í sólinni, kæri vinur? Hann er alltaf hér líka. Já. Er hann einhvers staðar annars staðar í húsinu að gera þetta? Ég held ekki. Þetta er mjög stórt hús, sko. Þetta er mjög stórt Mér hús. líður eins og að gera þetta viljandi. Já. Af því alltaf þegar maður vinna hérna eða þegar ég er bara að labba og vinna hérna einn, skilur Aldrei. Ekki múk. Heyrist ekki múk. Ekki múk. Það er bara sem að sé einn í heiminum hérna. Jæja. Þið verður bara að Svona afsaka þetta. Þetta er bara, kannski er þetta draugur. Já. Kannski er þetta ammælisdraugur minn. Já. Ég væri alveg meira til í það. Já, Ég fyrirgef það meira. Já. En hérna, ég hefði haft bestís náttúrulega líka á borðinu ef að pláss hefði verið. Og ef við verðum bara ekki að fara að fá okkur eftir. Einmitt, við ætlum að fá okkur eftir. Við fáum okkur í kvöld. En þetta eru þetta í öllum bestís stílnum. Við ætlum að fara í einn annan pakka. Ok. Þá höldum við áfram með yfirheysluna hérna. What's this? Heavy. Þarna erum við með smá pakka frá Reykjavík Warehouse. Dry shampoo volume paste frá 11. Þægilegt að hafa þetta í svona litlu. Paste bara, ég hef ekki prófað þetta. Hefur ekki prófað þetta? Nei. Oh my god, svo sniðugt. Þetta er bara svona, þú veist, setur þetta bara svona og svo bara setur þetta svona í rótuna. Já. Wow. Já, ógeðslega þægilegt. Geðvikt. Já. Gott að hafa þetta í gymveskinu. Þetta er svona hlýtur að vera grín. Hann er sko bara beint fyrir ofan mæki minn, sko. Ég veit það. Hann er rosalegur. Herri, svo erum við Miracle maskan. Já, áfyllingu. Our favorite. Our favorite. Hann er að koma nær, sko. Já, hann er að færa. Þetta er svo skaurið sem að gera þetta viljandi. Hann er að því. Þetta er ógeðslega pirrandi. Ef hann hættir ekki, þetta er einu sekundi. Hvað er að gerast? Nei, þetta er ekki hægt. En er hann hérna uppi? Hann er hérna inni, örugglega. Ætli hann sé við hliðina á? Er hann við hliðina á? Ef við fara að trekka. Já, ég held það. Ok, afsakið, smá. Nei, hann hlýtur að vera hérna bara... Þess að því hann er að færast, sko. Já. Ok, smá pása, við ætlum að fara að tjekka á þessu. Afsakið! And we're back. Herðu, ég hljópu upp. You're so brave. Sástu hvað ég sendi þér SMS-i? Nei. Ok, þetta er sko bara að vera, þú veist, þetta er bara vinnusvæði. Oh, fuck. Þetta er ekki einskri, ég held að þetta væri einhver einn að, þú veist, Já, bara... hamra niður myndi Já. eitthvað, I don't fucking know. Það var svona 17 vinnumenn að það. Hvað sögðu þau? Ég var bara, hæ, heyrðu, er einhver séns? Svo var ég að tala um gaur og hann bara, kannast ég við þig. Ég leið á það. Ég er að taka tebóinu niður. Svo var hann eitthvað, ég var hann að kasta út tebóinu til þess að fá, sko bara, please, að þú viti hvað það er, bara svo ekki okkur smá séns hérna. Bara smá svona... Það var hann semst í sama grunnskóla og ég. Ég kom, ok. Well, ok. Ertu vissum að það var ekki tebóð? Já, en hann sagðist alltaf að stoppa þetta í allan klukkutíma. Geðveikt, ok, þannig að vera góð. Þannig að Svona vinnukallar eru stundum svo næs. Svo næs, stundum það bara að spyrja fallega. Já. Og ég sagði bara, eitthvað sem þið geti gert eitthvað annað í klukkutíma. Af því hann var sko bara með hamar í steipur. Dún. Ég bara, hvað ertu samt að gera? Já, þú veist, er það að gera eitthvað? Já, þú veist, why? Já. Það steipa niður steipur? Þú veist, bara örugglega ekki. What the fuck are you doing? Hann er örugglega bara ekki að gera neitt, sko. En já, síðast sem þú varst með í pókanum. Og svo er ég með sea salt spray. Sea salt texture spray. Herra, mér er svolítið gott núna að nota þetta áður en ég krulla mig. Aha. Já. Þá finnst mér þetta haldast, eða ég er með rosa slett hár. Mér finnst þetta haldast aðeins betur. Bara sitt smá í mig. Já, do it. Þannig að þetta er smá Svo góð lykt. pakki. Fór svo mikið. Það drópaði bara smá. Smá pakki frá Reykjavík Warehouse. Okkar Thank you so much, Reykjavík Warehouse. frá 11. Elsk þetta. My favorites. No, við elskum öll. Við elskum öll 11. Perfect fyrir my healthy hair era. Já, heyrðu, sem ræst frá því. Akkur þetta, er einhver ástæða? Já, bara, ég held að ég bara mist allt hárið út í tveim utanlandsferðum. Það er svo leys. Já. Að það? Sundlaug, ég sverða, ég fenn enda sundlega líkt úr hárunum þegar ég fyrir styrst. Ég er ekki tjóka. Æ, það er ræðilegt. Æ. En svona er þetta að maður fyrir tvisar út. Já, og er ljósarður Ég og má, er hiti. ok, ég skil núna, ég hef aldrei skilið okkur stelpur alltaf bara, má ekki bleita með hárið eða eitthvað þegar ég er í útlandi, ég bara koma út í útlandum einu sinni í ári. Svo þú ferð tvisar á ári, þá
að servera. Já, ég fann alveg fyrir því, sko. Já. Þannig að ég er að byrja núna að bara passa upp með minkableach Já. og allt þetta í smá tíma. Já. En sumarið er svona Það er búið. að fara enda. Já. Það er búið eftir helgina. Eftir helgina Eftir helgina búið. búið. Þá er það búið. Það var sumarið búið, en Já. þá er mitt, þú veist, þá fer maður kannski aðeins að chilla í svona ljósa lokkunum í smástund. Já, klálega. Þú lefur svona háruna að segja. Já, ég ætla bara að gera það sama ég gerði bara seinst. Það var bara hægt að lita undir og þú veist, ekki aflita nema bara, þú veist, alveg toppina því hann má alveg bara hana. Já, ég skil hvað mér að segja. En hérna, ég ætla aðeins að lefa ég að slaka á frá, ég fór alveg harkalega í bleachin alveg senast 3 skiptin, sko. Þannig að þú veist, það er allt það og maður þarf alltaf að brenna sig á því til að fatta. Já, algjörlega. Þannig að ég ætla bara, ég þarf virkilega að vera klippingu. Já. Bara komið slitna enda og eitthvað. Ég held ekki You are klippti mig ekki looking senast. amazing, Oh, though. thank you. Thank you, it's fake. Að það? Já, ég er með 2 lokur í hárinu núna. Og ég tek ekki þetta. Ekki Þetta neitt. er sko stiðistu lokuna mínar, mannstu, sem ég voru bara svona 2. Já. En Settu hendiðin bara í. Bara, you can't see Þetta it, var sko. svona, það sást ekki á hárunum mína sem ég hljómar þessi með 2 ár, skilur. Nei. En það var alveg geða flott. Mér langaði bara í svona, þetta hérna er fake. Svona auka lokkin. Já. Þannig niður. Hann gerir svona aðeins síðar að því þegar þessi krullur þá verður ég bara svona... Það styttist náttúrulega. Já, styttist mjög mikið. Já. Þannig að það er gaman að setja, gaman að leika sér með leikingar líka. Já, 100%. Ég elska leikingar. Bara svona stundu fæ ég tímabili bara svona, það langar mig alltaf að vera með. Já, maður tekur þetta allt í köflum. Svo gaman. En þú verður að fá þér eitthvað? Já, ég er bara jappa. Já, ég veit það, það er svo erfitt að jappa. Histog, Ég veit það. Þjóðhátíð, hvernig var? Það er þjóðhátíð sem ég er frá. Eða? Já, það er alveg crazy með að við sko, veðrið. Sko, náttúrulega síðast sem ég fór 2019 var geðveikt. Hún var sturluð, Það var með ykkur. Besta þjóðhátíð og ég var ekki með. Ég hugsaði þetta sé kannski bara því ég er búin að gleyma, skilur. Já, En ég var í það er- húsi. It's a lifetime ago. Já, ángriðs, Sem it ég was a líður lifetime annað ago. líf. Já, Svona. sammála, já. Hérna, Ég ætla að rétta yfir ástu já, takk. En ég sko náðu ekki að opna svarta. Já, nei, hann verður Það er kannski bara fínt. Við Þá fáum getur okkur bara í kvölda. Já, tekið hann bara með okkur eftir. En hérna, já, sko, ég náttúrulega var í húsi núna, ég vorum það ekki 2019. Já, það er, já. Við höfðum aðgangað hús, skilur, og gátum farið í styrtu og svona. En það ríkaldar tjaldi, það er náttúrulega alveg bara síðlaust bara. Hvað er að ykkur? Bara, þú veist, bara þeir fólk sem sem voru fílar í að pynta tjaldi á sig. þessu ári, bara, you're made of something else. Ég get samt sagt það, ég næ ekki skilostum, nú er þú. Ég get samt sagt það að, hérna, að veðrið var málað svolítið rosalega illa í fjölmiðlum. Þannig að það er ekki hægt að segja til hvernig veður er á Íslandi. Það breytist á kortis fresti. Það var nefnilega nákvæmlega Já, ég sá það alveg. Í öllum snöppunum, það var alltaf bara önnu ástíð. Já, þú veist, bara skipti ekki máli hvað einmitt. En hérna, en þetta var samt bara, já, það var ógeðslega skemmtilegt, það var bara svo ógeðslega góð stemming og góðum hóp. Keyrðurðu Bestispílinn? Herri, já, ég keyrði Bestispílinn. Ég sá nefnilega eitthvað þar in the back á einhverju snappi á þér. Ég var bara, hei, það er hann. Já, en sko, það var úr partíi Já. sem var haldið á móti okkur. Þannig að hann var náttúrulega lagður bara fyrir utan mitt heimili innan geðslappa allan tíman. En jú, ég keyrði alveg og það var svo ógeðslega leiðilegt að vera ekki með hérna dollur. Þú vorum bara með svona stórt smakk. Já, við kannski útskýrum það. Ástæðan, en hérna Sunnefa komst ekki yfir til Eyja. Nei. Þannig að, og líka það að því það var einmitt, eins og heyrið, að skiptum ástíð á 4 mínútna fresti. Já, og ég er ógeðslega sjórætt eins og þið viti, kæru vinir, og ég var ekki að leggja á bátinn ef það skildi bara vera 20 mínútur á sekúndu þess að væri spanni. Já. Þannig að ég tók bara ákvörðun að ég kemst ekki, eða þú veist. Já. Ég bara þorði ekki, basically. En hérna, sko, að því þetta var svo ógeðslega mikið svona, þú veist, það var rigning og svo var ekki rigning og eitthvað svona, að það gafst í raun og verið aldrei tími til þess að standa ykkur þar úti og gefa smakk, af því ég vissi ekki hvort það myndi rigna eða ekki. Þannig að þetta er klálega on us, við báðum að vera ekki með dollur, við hefum átt að vera með dollur. Já, 100%. Þannig að við lærum bara þessu og hérna, en það voru alveg einhverjir eiginu sem fengu ís, einhverjir heppnir sem ég mætti partí til. En megum við segja hvað erum við að vera 17. ágúst? Já. Við erum að vera með smakk þá. Já. Í Hveragerði. Í Hveragerði á ísdeginum sjálfum. Já, þið verðum að mæta. Já, þið getur smakað ísin okkar og svo marga aðra ísa fyrir kjöris og það var ógeðslega gaman. Það var geggjað, ég er mjög spennt fyrir því. Ég er mjög spennt fyrir því, hérna við munum standa þar og leyfa ykkur að smakka. Bara koma að fá sér bestís sem bestís. En það var ógeðslega gaman að vera á bestísbílnum hérna út í einu. Já, ég trú því. Það er með rides. Já, svona þegar maður gæti verið að keyra, það var næs sko.
Það var mjög næs, en já, það var rosalega gaman á þjóðatíð. Ég er að ná röddinni mjög vel, undir sko. baka, já. Lúkkaði mjög skemmtilega. En varst þú í brekkunni þegar hún var bara svo drullumall? Já. Og var það næs? Sko, afsakið smerti. Þeir sem voru að renna og okkur svona, er alltaf partli að gera það viljandi. Jú, sumir þetta náttúrulega. En Fólk var bara að renna á fólk og eitthvað, ég held að það var ekki viljandi. með samt svona, ég veist það drukkin, ferð það ofalega, þá rennuru, ertu þá bara sneðalega. Við vorum ekki það hátt uppi, þannig ég ætla hann rann aldrei. Akkur er ekki bara að setja eitthvað annað í þessa brekku? Hún er sko græn, hún er sko bara grænt gras á fyrsteginum. Ég veit það. Hún bara skemmist. Já, ég er að segja, akkur er ekki sett bara Dúkur eða eitthvað. dúk. Já, ég veit ekki hvort. Gervigras. Já, en hann er vist mjög fljótar að ná sér dalurinn eftir þetta. Greið dalurinn. Já, greið Það er dalurinn. mikið á hann lagt. Já, en ég var alltaf bara með ruslapoka í bakpokunum og við sátum alltaf bara á svona plasti. Hljómar ókslega vel. Já. En svo var glasböfur að þið líka. Jú. Pissaðir úti? Nei. Kamar? En það var svona inni klósetti fyrir konur. Það var svona risastór gámur sem fórst bara inn. Það var bara spegill og vaskur og bara hiti og ljós. Great. Já. Það hefur ekki alltaf verið það. Nei, ég held nefnilega ekki. Ég var bara eitthvað, fyrst pissaði ég ykkur kamar, þá hitti ég einn teipusbesti. Svo bara, hvað er að gera á strákaklostinu? Ég fyrir ekki að strákastelpuklostinu á kamar. Og hún bara eitthvað, já, þú getur farað þarna inn í gáminn og pissa bara inn. Ég bara, Það var ekki löngu röð. Nei. Svo fór ég bara restin af þjóðatíð þangað. Geðveikt. Gekk alltaf eins og þessu. Það hljómar strax eins og munskari upplöðun heldur en ég hef upplöðað. Já, 100%, það gerir mjög mikið þegar... Ef klósetin er í lagi, þá líður mér 100 sinnum betur. Já, alveg sammála. Ég er mikið pissudúka. Ég þurfti einu sinni að fara á kamar en annars bara á venjulega klósett sem voru næs. Já. Geðveikt. Mega næs. Þannig að, já, þetta var skemmtilegt og maður var náttúrulega alveg mikið að bara eitthvað, og ég var með Arni og félögum hans, mikið fara að horfa á 12:0. Það var bara svo var eina sem ég sá alla helgina. Og svo alltaf að hlusta sömu lögin áttur á þau. Já, keyrum miðinu og svo bara, já, þannig að Það er mjög fyndið. ég er alveg fínt að sumar sé enda og sumartíminn sé ekki frá að spilast aðeins meira. Bara komið gott. Já, bara í bili. Ég er tilbúin næsta sumar fyrir sumartíman. Já. En nei, það var bara ógeðslega skemmtilegt og ég skemmti mér konunglega. Geðveikt. Svo það fengur guskus, eða ekki? Guskus. Var ekki guskus leinigestur eða eitthvað? Á Þjóðatíð? Nei, var það ekki Kalló? Ó. Jökull Kalló. Guskus var bara planað, sko. Ok. Held að hann hafi bara verið planaður á einhverjum degi, fyrst degi að laugardegi, man það ekki. Ég ætla hann að horfa ekki á. Nei, ok. Ég var inni í svona hvítu tjaldi í partíi Ok. og mista því. Þannig að, já, mista því, sko. Ég sá FNF-blöð 12:0. Já, Bubba. Maður missir ekki Bubba. Svo bara brekkusökir, sko. Við vorum ekkert mikið fyrir fram að sviðið. Eitthvað svona... Það var bara með strákanum að gigga. Það var svona grúppja. Já, þeir gigguðu á laugardeginum. Á föstudeginum á stóru sviðinu. En svo þegar maður var í dalnum restina, þá var maður bara eitthvað svona lappandum. Ég hef aldrei verið í Hvítskjáldan. Ekki? Nei. Það er svona að maður þekkir einhvern eigamann. Það var alveg svona næs að vera þar. Þannig að við sátum alveg mikið þar, sko. En komum til dæmis alveg bara frekar seint, þú veist, frekar seint í partí á laugardeginum, rétt svona með blöð og svo voru bara svona leik okkur og já, þetta var mjög gaman. Gæt. Mjög gaman. Þannig að ég er ánægð með þessa helgi. Þrátt fyrir veður og svoleiðis. En ég var samt, my mind var á hárningum allan tíman. Sástu ykkur það? Nei, en ég var bara alltaf að hugsa alltaf í sábryggina eða höfnina, ég bara, þeir eru að núni. Og svo ég stóri okkur með ykkur að hoppa sér út í og ég er svona, er eitthvað að ykkur? Er eitthvað bilið? Já, er eitthvað að ykkur? Herðu, höldum áfram í pakkastuðinu. Þetta er fyrstu afmælspakkanum mínir. Ok, já. What's this? You go. Þetta er eðla fancy pakka. Þetta er mjög fancy. Hvað er þetta? Borða á meðan. Já, það er bara. Ég er að opna mjög fallegan pakka. Þetta er no offense, ekki pakka inn að þér. Þetta er bara svona... Og gert í búð. Já. En hvaða búð? Ég hugsa blöss. Heldur það? Já. Eða hvað? Ég verður mjög vonsækið þetta er ekki blöss. Ég veit ekki blöss að fólk sögur þetta. Já. Þú láta ostarhífin hérna. Já. Vonsæki.
Það sé ekki ostan yfir. Þetta er bless! Yay! Oh my god! Ok. Við erum með Satisfyer Double Plus Remote Partner Vibrator. Vara mánaðarins. Vara mánaðarins. Ég var eftir að spyrja þetta vara mánaðarins. Yes, sir. Damn. Við vorum að tala í síðast þetta er bara svo gaman þegar ekki við vara mánaðarins. Nú er bara ferðuna. Nú fæ ég hana. Nú fekk ég hana líka sjálf. Já, og getur fengið að með henni. Og svo uppáldið. Nei, og besta í heimi, high on love, stimulating gelið. Best í fucking heimi, eða ekki prófa þetta. Var komin tíma á áfyllingu eða? Reyndar endist, maður þarf sko einn dropa af þessu. Þannig að ég veit ekki, ég er ekki búin að tjekka. Þú veist að þetta er í þannig dollu. En þetta er... Já, ég var að spjalla hann og gerði, ég veit, þetta er uppáld hennar eða þú vill henda í mig í pakkan. Djöfull er ég ánægð með þetta. Já. Djöfull er ég ánægð með þetta. Þetta er það best sem ég, bara ef eitthvað spyrir mig eitthvað með blöss, þá er bara, hafið þið hirtið minna high on love, stimulating oil? Já. Best. En líka bara svo fallegar umbúðir og bara svo, þú veist, lúkka svo ekkert eins og eitthvað svona þú veist. Það er einhvern veginn allt bara hjá blöss er þannig að það lúkkar allt bara eins og þetta getur verið stofið í ástin en ekki eitthvað sem maður þarf að falið ykkur að hlaupa inn í herbyggju og taka þetta af náttborðinu. Akkurat, það þetta er bara sexy. Þetta er bara sexy. Ég sko búin að sulla sultu í kjólum minn. Nei, en þú ert með hann kjól. Ég veit ég með hann kjól. Ég er bara svona, ef þið sjáu það þá veit ég af því. Ekki segja mér það. Ekki segja það. Ég er bara svo mikið suppa. Það er bara ég. Suppiva. Eins og hérna kennarinn okkur MS kallaði mig. Var það? Jó, maður sé ekki. Gerða það viljandi. Og skrifaði maður sé. Elsku kennarinn? Nei. Félagsfræði. Já, ok. Sem, já. If you know, you know. If you know, you fucking know. Og hérna, þetta var svona, hún var að skrifa alla í hóp upp á töflu. Já, mér á maður þetta. Maður þetta þessu. Og skrifaði hérna alla bara Birta og Kristín. Íris og Subbeva. Ég bara really girl sko. Hún gerði þetta svo viljandi, hún hataði mig. Herru. En já, Blöss vildi bara segja til hamingju með daginn. Takk Blöss, I love you. Þannig að mjög gaman að styrstalarnir gáður afmælisgjafir. Já, ég er ógeðslega ánægð með það. Það er svona skemmtilegt, þú veist. Bensi er mjög ánægð með vöru mánaðarins, held ég. Já, er það ekki? Ég ætla að tjekka hérna á, við náttúrulega fáum alltaf einn spurningar. Margar hefur náttúrulega bara verið að svara áður. Af því að þetta er svona, þú veist, hver uppáhalds afmælisdagurinn og eitthvað svona. En sjáum, já, en hérna, svo eru sumar sem er alveg bara svona, sem er ekki segir og sjóttið, sko. Já. En það er kannski bara við þurfum að kannski taka já, ég held við þurfum að taka bara svona alltaf í kringum ammæli, bara svona enga bara þú ein já, bara staupast já. Ekki svo við höfum ekki nóga gestum á leiðin í segjur og sjótt já, sko. Það er endar hárrétt sko en heyrðu bara síðan þú áttur ammæli á síðasta ári 7. ágúst, hvað er það skemmtilegast sem hefur gerst síðan þá? Hvað er svo fucking mikið maður ég var að hugsa þetta bara í morgun ekki gær bara svona ammæli basically áramót svona persónulega áramót ég var að hugsa það af því þarna er bara svona ok new year new me af því að þú ert að fara nýjan aldur skilur mér finnst áramót ekki vera viðandi sem new year new you af því að þú veist eins og Eva vinkona okkur ammæli bara í desember systir mín ammæli 28. desember skilur hvað hún bara þú veist að ég veist hvað ég meina kannski mega message fyrir hana áramótin ég skil að þessi sett svona þannig upp svo maður getur rammað þetta inn í þú veist eitt ár já. Ég skil það en já það er svo mikið sem þú veist þannig að ef við erum að nefna eitthvað núna þá ef við eftir að nefna líka áramót þættinum okkar sko klálega en þetta er búið að vera hella ár sturlað ár, vá og ef ég ætti að giska fyrir þig mætti ég? Já, ég veit hvað það segir Rómeó já. Það er bara, já, er það ekki? Jú Hann kom, hvað, í mars, já kom bara beint eftir ammálið þitt mástu nei, fyrir ammálspartíið þitt sömu helgi já. Bara 3 dögum fyrir my surgery já, einmitt þannig já, ég hugsaði bara strax bara svona Rómeó og svo bara fullt af geggjum utalagsferðum líka bara the surgery já, og bunion surgery já, bara þú hafði klárað það já, það er gali sko já. Þetta er búið að vera rosalega ás upp og niður en mest upp er það ekki? Já þrátt fyrir þessu aðgerð, þessu eina sem var niður var þessu aðgerðskilur en það var til þess að fara upp akkurat þannig að það, þú veist, ég kann líka ógeðslega mikið að meta
my bunion surgery recovery times segjum þetta 3 hratt af því að þarna var ég með Rómeó og lítinn, ég var alla daga heima. Já, þú hefðir ekki verið það. Ha? Þú hefðir ekki verið jafn mikið heima. Nei, ég hefði kannski þurft þér, skilurðu, en ekki svona. En stúsast meira og skjótast. Og Bensi var líka akkurat á þeim tíma geðið mikið heima. Já. Þannig við vorum bara 2 með honum heima að sjá hann stækka. Við vorum með bara á sunnudaginn og tókum við deitna þetta og fórum svo heim og vorum bara að skoða gömul vídeo á honum og vorum bara svo hvernig var hann svona lítill, okkur fannst hann svo stór þarna í maí, hann tiny í maí, hann verður svo stór og svo hratt, þetta bara hann stækkar svo hratt galið sko, hann er svo mikið hundur núna. Já, hann er svo mikið rakki einhvern veginn, svona, hann er mikið gaur. Algjör gaur. Fyrst var hann svo algjör kjáni. Hann er aðeins alveg kjáni, en hann er svo aðeins meira hundakjáni. Já, hann er aðeins meira svo gaurakjáni, já. Æ, hann er svo mikið krútt. Hann er svo mikið dúlla. Já, og líka gaman að sjá þú veist að hann og brúsur er svona aðeins þú veist, meiri vinir og svona, þú veist, þess að finna að sjá brús í þessu hlutverki að því hann er svo mikið köttur inn við beinið. Hann er bara svona kísi. Svona fílar ekki neitt og svona, eða svona ekki neina hunda. Leave me alone. Já. Elskar alla manneskjur en svo er hann bara svona svo þolinmóður og þetta er bara svo precious. Já. So precious. Love my guys. Svo fallegt. Já. Ótrúlega margir sem náttúrulega segja til hamingju með daginn. Takk besties. Það er líka spurt hvernig þú kynnist Bensa, ef þú vilt segja það eins og aftur. Já, við hefum örugglega oft sagt frá því, en ég skal fara rætt yfir það. Við kynnumst sem sagt í partíi heima hjá Jóhannu. Þetta var bara svona mjög náið partí, þetta voru bara bestu vinirnir og svo hann. Og því að þú veist, bestu vinir okkar þekktu hann og eitthvað, má þessi gæi koma með, ég vissi ekki hvað hann hét, sko, ég var bara, ok, okkur er að taka gæja með, whatever. Svo voru bara að spila og eitthvað, ég veit ekki hversu, já, svo bara one thing led to another. Rest is history. Já, rest is history. Já. Þessi, við byrjuðum bara strax að tala saman eftir það, eftir að ég spjallaði við hann í spartíði. Já. Basically. Það er fallegt. Já, bara gorgeous. Hér erum við í dag, 5 ára setna. Það er mitt, 2 börn. 2 börn, 2 börn. Uppáhalds minningi þín tengd afmælinu. Favorite memory around your birthday. Ó, það er svona erfið spurning, eða þú veist. Já, sko, ég var ekki búin að hlusta síðustu 2 afmælisþættina hérna og það var alltaf einmitt spurt eitthvað svona hver uppáhalds afmælisdagur og okkur svona þannig. Er þetta það sama eða? Ég veit það ekki. Nei, ég veit ekki heldur. Þú mátt túlka þetta eins og þú vilt túlka þetta. Já, uppáhaldsminningi minn tengd afmælinu mínu. Ég er svo mikið svona, það er svo úslega fyndið hvernig ég er, að ég er Leo. Það er samt einhvern veginn, er ég með svona love-hate relationship á afmælinu mitt. Já, þú svona, já. Veistu hvað ég meina? Já. Það er óslega skrítið og ég tala við önnur Leos þetta og þau eru eins með þetta, mörgaðum. Og ég bara, að því við erum attention seeking as fuck, skilur, samt erum við einhvern veginn svona þólum ekki ammali okkar einhvern veginn, en samt elskum ammali okkar en veit það ekki við erum svona from the outside looking in þá er svona oft svona eins og þú þólir það ekki leading up to it svo þegar það komið þá ertu bara nei, já, it's my birthday já, klálega en leading up to it, því mér finnst alltaf svona mikið pressa bara svona á hvað ég að gera já á ég að gera eitthvað nennir ykkur að gera eitthvað með mér þú veist, að því að mér er alltaf svona frá því að ég var lítil og svona fekk ég alltaf svona þá tilfinningu að mér leiði svo engin nefndi ammálið mér. Það er svo galið. Þetta er bara svona þannig að ég er svona smá resenta ammálið mitt, þetta er geðskrítið. Og ég þori ekki þessu tilfinningu, en ég fæ alltaf svona í kringum ammálið mitt og þá fæ ég svona en núna er bara svona fuck it, ég var bara, ég ætla að nenni ekki þessar tilfinningu núna, ég ætla bara svona, ég ætla að gera eitthvað geggjur ammálstegin og ég ætla að halda eitthvað, skilur bara reyna eyða þessari tilfinningu. Because I'm a Leo, mér á ekki líða svona. Nei, I like your markmið. Já, markmið mitt er að eyða þessari minningu. Eyða þessari minningu og alltaf bara láta þess að allir vilja vera með þér afmælisdaginn og það sé ekki kvöð fyrir neitt. Nei, já, einmitt. Það vilja allir með mér. Right? Jú, 100%. 100%. Mér finnst það bara auðvitað að gera eitthvað fyrir aðra afmælinu þeirra, en við erum svo skrítið að biðja fólk að gera eitthvað fyrir mig. Skilurðu mig? Já, ég finnst svo óþægild að vera svona, já, langar því út að borða á mínu afmæli. Skilurðu? Já. Og ég er svona, veist, allt annað þegar þú átt afmæli er svona, fyrir út að borða, gera þetta, heldum að bara partí, skilurðu. Svo er það bara svona, er það ég og núna afmæli, nennir að gera eitthvað? Já.
Nei, þú veist, auðvitað líður manni alltaf eitthvað svona þegar maður er að halda ammæli sjálfur, bara eitthvað svona... Er það alltaf þannig? Þú veist, eru fleiri sem tengir Já, við veist, þetta? ég fæla svona, bara svona smá bara svona kannski svona frammistu, eða þú veist, bara er þetta nógu skemmtilegt, finnst þér nógu gaman að þú ert að taka kvöldi frá fyrir akkurat bara mig og eitthvað svona. En svo bara, þú veist, þegar þú ert komin í eitthvað svona, þú veist, vinahópi sem við erum í núna og þú veist bara að maður geti skemmt sér með fokkin bara ístollu og þú veist, setja upp sofa spjalla sko, þannig að þá einhvern veginn svona minkar þetta, þá er svona, já, þú veist Ég veit ekki hvað, þetta er eitthvað, þú veist, ég veit að öllum finnst gaman að hitta með ammálinu mínu, en þetta er bara svona gamalt inn í mér sem er bara svona stimplað, ég veit ekki hvað It's a trauma Ekki eignar spönn í kringum verslunarhelgi Nei, já, einmitt ekki vera svo hjá í Lubnov byrjundes Já, akkurat Áttu eða langar í hérna 5. meðlim fjöllunar, sem sagt a.k.a. dog, langar í fleiri hunda? Já, klálega 100% við munum alltaf daginn fá okkur eitt um annan hund, sko Já Á meðan Bruce er svona senior kall, þá myndi ég ekki gera það Nei, ég skil En þú veist, já Einhver tímann, já Einhver tímann, já Já Ok Við myndum örgulega fá okkur annan golden Já, það Já, ég held að Verða að vera 2 ykkur einn Já, ég skil þig Rómeo og Júlía Hvað er uppáhaldsmaturinn? Einn matur Já, bara svona þú ættir að Pasta Ég veit ekki Já Ég held ekki að þetta búið til alls konar pasta Skilur Já Og er alltaf sátt Einmitt Og 100% ég held að það sé bara er alltaf gott sko Þú veist bara rækjupasta, kjúklingapasta, þú veist steikapasta Þú getur alltaf sett eitthvað prótein með því Já, satt Pasta Talandi svona childhood trauma Hvað er hérna fave childhood memory? Ok Ég hafa þetta fallegt Já What's your trauma? Ok, do you have a wild? Nei, fave childhood memory Ég held að sé, bara, ég man svo vel alltaf eftir því að ég er lítil Því ég er alltaf bara að dressa mig upp með einhverjar tískusýningar elska Alltaf með tískusýningar, bara greið allir foreldrar mínir, já, marga náttúrulega Þetta er svo lýsandi, ég ætla bara að grífa fram í að ég var alltaf með leiksýningar Já Ég var alltaf eitthvað með eitthvað svona leikrit Auðvitað Já, svo Ég var alls ekki þar Nei. Ég var alltaf bara að dressa alltaf vinkonum mínur upp og bara, þú læra bara þessu á þetta og svo bara, þú varst bara með einhverja hárkollur og þú veist í einmitt svona skóm sem mér er núna hana floral meskonum Já, myndir af mér bara í, þú veist það þetta var svo skemmtilegt, bara alltaf kom mér fannst gaman að dressa mig upp og bara horfa mig í spegli sem er bara nákvæmlega, það er svo þú veist, konsistent, það er ennþá í dag, skilur Það er svo lýsandi Já, þetta er bara ég Hvað varstu gömul? Fyrsta minningi minn er alveg svona 5 ára, 4 ára Þetta er hvað að byrja snemma Þú veist, hvað er svona persónleikin skín í gegn snemma Spennt að sjá Emblu í kringum hennar aldur bara svona, Þá byrjar hún að fara í skvísubóluna, sko Já, nei, líka bara svona, þú veist, verður það hennar þing? Er það eitthvað annað, þú veist, hvað verður hennar þing? Ég held að ég var með svipa Emblu, bara alltaf að dressa mig upp og hún verður örugglega bara alls og ég Just, hún bara svona, Emblu getur farið í föt Nei, ég fer ekki í föt, ég fer í kjól Sorry, þetta er það sama Þetta er ekki það sama It's not the same Já, það bara, ok Embla er svo mikið my spirit animal, sko En það er hún fire sign Já, hún er líka mjög svegt, hún skildi ekki alveg betur að hún sé ekki að koma í ammali Hún bara, hún ammali á morgun og ég er ekki að mæta Hvar er hún? Akkur bauðstu mig Og það hefur verið mjög gaman Offensive En svo bara, ég vil verð bara taka fram að ógeðslega margir að segja náttúrulega til hamingju og ótrúlega margir alveg margir búin að senda hérna að þú sett náttúrulega ekki eðlilega gorgeous, ótrúlega falleg og algjör fyrirmynd Æ, takk Vá, það er bara besta rósi Já Thank you so much Hvað lærðir þér mest af árinu? Á þessu aldursári sem var að líða Þessu aldursári alveg hvolp Já Uppeldi Já Þolinmæði Að ég get stundu verið með styttri þráð það er náttúrulega Og svo læra það? Já Það var aldrei að setja að læra það Þegar þú varst með hvolp þá ertu svona og það ferður alltaf hátt uppsundum ef eitthvað gerist Believe me, I know Ég get ekki ímyndað með krakka, skilur að því svo horfur á að hún er ekki eðla segðu til þess að skilur þannig að það svona fer svona stundu bara af hverju er pyrruð út í þig svo er bara búið ég þoli ekki líða að þessi pyrruð það er eiginlega versta tilfinning í heimi já hata það svo samlæður þetta er góða leksíu samlæði celebrity crush fyrir þetta ár
Býttu. Á ég að vita. Nei, bara hjá þér. Já, ég veit það, en þú veist, hvort þú fattaðir strax eitthvað hjá mér? Já, með datalið strax í hug. Það? Já. Að því alveg tóm? Ég hugsa bara Sabrina Carpenter. Já, þetta. Já. Ég var hugsa Kallmann. Já, nei bara Sabrina Carpenter. Bara all in þar, sko. Facts, já. Hvað ætlum að gera betur næsta afmælis ár? Ég bara tala næsta ára eða bara næsta. Já, bara þennan aldur greinlega, þú veist, Já. á þessu ársaldri sem er að byrja. Hvað vil ég gera betur á þessu afmælis ári mínu? Gaman að hugsa bara, maður eigi ekki afmælisviku eða afmælismánuð, maður bara afmælis ár. Já. Ég á afmælis árunum mitt núna. Nei, nú var afmælis árið mitt að byrja. Gísla fyrir hann. Alla lög þetta. Höfum við Það var gaman. alla daga. Já. Hvað meinar ég afmæli? Það er afmælis Ég árið er mitt. ennþá afmæli. Hvað vil ég gera betur? Ég vil örugglega bara að þau skipuleggja mig betur og vera ekki eins chaotic í mörgu. Já. Ég er bara stundum svo mikið út allt, ADHD er bara alveg, ég ræðist svo mikið við allt og það fer allt í rúst í kringum mig, sko ég meina. Já, ég skilja óslega vel. Þess vegna er ég líka svona, þegar það er hreint þá er bara lífið mig best, en þegar það er drasl þá lífið mig bara hræðilega. Já, ég er sammálaður. Þannig ég held að það sé svona, mér langar bara svona clean out, bara taka cleanse og vera meira minimalísk Já. heima á mér. Já. Við höfum talað um þetta áður. Já, mjög oft. Já, þetta þarf að En mér gerast. finnst, já, kannski eru ekki bæta okkur eitthvað að ég svitna svo mikið á milli lærana en ég eru kjól. Ég veit að það er svo heitt hérna, en já, ætlum við séum ekki eitthvað aðeins að bæta okkur. Jú, ég held það. Við erum alveg svona duglegri, svona að losa okkur við hluti, við erum alltaf komin með skrifstofu sem tekur tepóstóttu okkar, þið veit ekki það. Pæli, allt sem verður inni og það er ógeðslega mikið inni, það er svona heitt líka inni. Það var heima hjá okkur. Ég veit það, já. Og þú Nema stúdíóið sjálf. Já, still is kind of a lot of things Já. at home, sko, þannig að Já, same. Það er fullt í geymslunni. Já, sko. geymslunni, já, þannig að, en hérna við, jú, þetta er að koma í okkur. Já, við náum þessu. erum að, Já. þetta var skref 1. Já. Og Þú ert líka dugleg, sorry, ég graf að koma ykkur bara að vinna. Já, ég Ég er að fíla dugleg það. því, sko, já. Mér finnst svo næst að koma á lampa hérna líka. Já, já. Það er alveg svona motivation fyrir mig að þessi bretti hérna. Já, göngubrettin. Ég vissi að taka heim. Sko. Já, guðmengóður, sko, fáið ykkur þetta. Þetta er bara vinkonum ég var að kaupa sér en dag, hún var bara, er þetta alveg næst? Ég var bara, nei. Ég fer stundum ekki í ræktina því ég fer að vinna og tek bara 3 klukkutíma á þessu. Já. Það er enda stoppar eftir, hvað var það, 2 klukkutíma. En það bara kveikir aftur við. Já. Ég komst að því. Það kom endgame. Ég var bara, really? Það er sem svo virklass. En já, ég bara elska að vera hérna. Mér finnst það er svo bjart hérna inni og bara svona komast, þú veist að því maður vinnur svo mikið við eldsporðið þegar þú veist að vinna svo eins og við. Það er svo næst bara, koma hér. Skiptum umhverfi. Já. Líka mamma hérna í húsinu og geta hitt hana. Ógeðslega þægilegt. Já, geðveikt. Hvað ertu stolt af? Það? Bara hverju yfir höfuð? Tebúðinu? Já. Gott svar. Tebúði allan daginn. Já. Tebúðinu. Ég er stolt af Bensa. Já. Stolt af þér. Vá. Ég er bara stolt, ég er bara allan dag að telja hvað ég er stolt af mörgum. Á maður að tala um í sínu eigin fari eða... Já, segðu okkur, bara svona, já, kannski, þú veist, þínu eigin fari, bara já, hver ertu stolt af? Hvað, já. Ég er alveg komið brjóstasvita, afsækja mig. Í mínu eigin fari er ég bara stolt af hvað ég bara komið mér mikið úr skilin minn. Þetta er svona, þessi dagur minni mig alltaf á skilina mína því að mamma postar alltaf bara hún var svo feimin lítil eitthvað það var alltaf bara svona og svo núna er hún ekki eitthvað aflið það ég var svona ég fæ alltaf að minnast til þess að ég var feimin lítil þú tala um þetta síðustu þáttum líka þannig að ég er sammálaðis ég er mjög sammálaðis en þessi dagur minnir mig alltaf á það út af mömmu og það er alveg rétt hjá henni já, algjörlega she's right drauma tónleikar þess að fara á fucking Sabrina Carpenter uppseldist á núleitni disappointment of my life en vonandi verið fleiri við fórum ekki fyrstu Harry sko við fórum árið setna já ég veit það we still got time við tökum árið setna á Sabrina hvað er mál með handa ég er rosalega til í það sko þetta er bara maður að reyna að hreyfa svo eitthvað til að fá loft þetta sko hvað skilabóð ertu með fyrir 18 ára unga stelpur og til dæmis 18 ára þig ef þú hefði getað sagt þér eitthvað ég var að fá memory að ammálskvæðina Kristínu vinkun okkar hún gerði svona vídeo og það var 10 years ago og þá var við 18 ára wow. oh my god, bara skilabóða til ykkar
njóti lífsins, ekki flýta ykkur að gera neitt. Þið eru bara kids having fun. En samt alltaf að vera ábyrgur. 1, 2, 3 og mennta sig. Ég bara, mér finnst það í alvörunni og ég ætla að vera svona fullorðna kona sem segir í alvörunni þó að, þú veist, at the moment þá ég ekki að nýta þess að gráði í einhverju stöðu eitthvað þannig en ég sé ekki eina sekund eftir að mennta mig. Það nýta hana í margt. Þú veist, þetta er alltaf menn sig. Alltaf menn sig. Og hafa gaman. Vera með vinkonum ykkar og passa ykkur í hvaða samböndum þið eruð og sikta vinnu sína. Passa ykkur. Velsett, mjög velsett, sko. Hvað er næsta tattoo? Ég er ekki með neitt planað. Mér langar ekki neitt tattoo, mér langar eiginlega að taka eitt tattoo. Jú, sko, við erum alltaf búin að vera með á planinu lítinn tebolla, það lítur að koma því bara. Einn daginn. En annars ég bara svona, ég er alveg með 30 tattoo eitthvað, þannig að þú veist, I'm set. Já, ég skil. En tebollin kemur allan daginn. Hann kemur, einhvern tímann. Er það líkari mömmun eða pappa einum? Hvað finnst þér? Ég sé einleika af báðum. Líka nefnilega, ég er alveg blanda. Já. Ég er samt ekki viss með, þú veist, svo er líka einleika báðum í persónleikan einum, sko. Já, bæði nefnilega. Já. Ég er mjög mikið blandað en báðum, sko. Já, þú ert það. Já. Líka í útliti. Þú veist, þú sér mömmu mína en þú getur líka sér pappa minn. Algjörlega. Þannig að ég held sér bara best of both worlds, sko. 100%. Ég, við erum með svo ógeðslega mikið af öðru sem við þurfum að gera og... Já. Klukkan er mikið, það því þurft að fara upp og skamma. Já, þurft að skamma mann og annan. En þannig ég fæ aðeins að skipa spurningunum, við kannski tökum þetta bara aðeins í næsta þetta eitthvað. Já. En ég spurði líka að þetta er líka 250. þáttur. Oh my god, já! Þetta er þáttur 250. Hvað er svona... Já, það er enda vantar. I'm so sorry. Þú veitir hvað við vorum að tala um svona sprengja svona konfetti, ekki piss. Bara undir okkar. En Ég komi nú að þessu. Þetta er, en samt í raun og veru er þetta þáttur, sko, við erum búin að gefa út 55 áskriftarþætti. 305. Já. Skál fyrir því. Skál fyrir því. Teboðið. Woohoo. Þú vildu annað eins. En ég spurði... Það er óhappa að drekka ekki. Hvað er hann mér hérna? Jappa. Ég spurði svona hvað er uppáhalds svona sunnuðu minningun ykkar úr teboðinu. Oh my. Það er svo gaman að vita. En margir sem segja þetta 606. Kannski að því ég setti myndina úr 606 klippinu. Ég gaf þeim það, en ég var samt að meina svona þannig moment. En skiljulega, þetta er iconic moment sem verður seint glimt, sko. En svo líka þegar Sönni hitti Emblu í vídeovlogginu okkar á YouTube. Það er svo sætt. Það er ógeðslega sætt og gaman að eiga. Og það precious, af því að ég veit ekki hvort ég hefði munað nákvæmlega eftir þessu svona. Nei. Ef við hefðum ekki átt þetta. Já, ég sammálaði, sko. Ég sé ekkert eftir að hafa tekið þetta upp og átt þetta. Því man að ég ætlaði að vlogga á móti en ég var svona, ég vil ekki gera það. Þú veist að því að þú ert nýbúin að spanna eitthvað. Já. En það er svo sætt að ég þetta. Mér finnst líka svo sætt að ykkur finnst það líka. Já, það er geðveikt. Ekkert toppar fótboltaspill. Good motherfucking morning, bitch. Svo er bara ekki hægt að nefna eitthvað eitt uppáhalds, ofmörg, iconic, allt. Sönni er best. Smá random en þegar þið skreittu muffins og sögðu að grænn, blár og rauður væri grunnlitir. Grænn er ekki grunnlitir. Ég lærði það í gær, blár og gulur, gulkreim og blátt gerir grænt. Já, þú lærði það í gær, já. Því ég var að gera smjörkrifu með kökunum mína. En þetta er þegar við vorum að gera Halloween muffins einhvern tímann. Og það var róleg, við gerum hvað segðu við? Blár, rauður og græn. Ok, það er bara grænt sem er ekki. Já, henni fannst það bara fyndið. Það er róleg, gamla. Við ruggluðum, sko. Það er íspönn í húsdrykkarnum. Það er true. Já, það var ekki húsdrykkarnum, það er half true, já. Hún er svona klúlist þegar byrst til dæmis að tala áhugavert efni til dæmis þáttum fræga fólk finnst það iconic. Ég er fucking icon þegar ég klúlist, sko. Get your own babies. Það er ógeðislega að fyndi. Hann er 10 en á íslensku. Það er alltaf góð þættir. Það var besti þátturinn, sko. Keppnisskapur. Ég stendan þá og fell með því. Já. Þegar hún talaði um það að hún hitti mig í Krónunni,
cute. Já, cute. Þegar Sunny að drepast úr second hand embarrassment þegar Birta að segja frá álfunum. Þú bara, sko, þátturinn á henni, ef þau eru ekki áskrift, þá það í álfunni bara tilefni til þess að byrja því að þátturinn á henni, svipurinn á henni í þeim þætti er bara, hvað það fucking segja? Ég gæti ekki haldið inn í mér. Nei, bara trúir þessu, hálfvitið. Ég get ekki haldið inn í mér tilfinningum og, þú veist, greiði Birta að segja mig frá. Þessu ég var bara, shut up. Sjávarpöddur og keppnisskapur. Til í smá sjávarpöddur right now. Öll látisköstin. Sumardagurinn fyrsti. Hvað að mér? Á ég öll einskulegu momentin í tempóinu? Mjög mikið íspjörnin. Þegar hún segi keppnisskapur var svo viss með það. Ég er 100% ennþá. Bæði við þess á líka ammali í dag. Alltaf hamingju? Já. Besti. Það er svo mikið twins. Þegar ég var yngri þetta er enga samt á ammali ágúst. Ég er ógeðslega margir. Ógeðslega margir ammali og líka bara sama þá ég. Besties, já. Já, love it. Margföldun á momentið hennar. 606. Já. Ekki beint minni. Mitt moment. Ef ég hefði náð þessu momenti þú er ekki sittið á mótum. Ef ég hefði ekki sett okkur í Eva, Já. alrétt, en þú samt hélst áfram, þú veist, þú svona skánaðir ekki. Nei, þú varst á toppnum og fór svona niður. Já, við hefðum átt að klippa þetta alveg út. Já. Þegar ég fór að segja 5x5 hana. Já, ég er bara rétt. Þú var einu sem þú og ég varst það Það? Já, það er rétt. Talaðu bara klúlas. Ekki beint minning en hvernig hún segir fótboltaspil og bíóspólur. Þegar hún var að leika Kanye West með Texas Reim þáttur 10 glimtir Hollywood skandalar. Mínúta. Þetta ekki með mínútuna. Þegar hún segir eða þið segir orðvitlaust og hún verið paníka hvort orðið sér sagt rétt. Ha? Já. Gerur það mikið? Þú greinlega. Hvað? Þegar hún segir eða þið segir orðvitlaust og hún verið paníka við hvort orðið sér sagt rétt. Hverju paník? Vá, ég held að þið væri slétt. Já, ég held líka. En það kannski að því það er alltaf verið að sitja út á mann þá maður kannski, segjum, er það orðið? Kannski Já, það, já, þú já. veist. Ætlaði bara að byrja að pirra á mig núna. Þetta er fucking orð. Allt, ég elska allt. Næ. Allar orðaflækjurnar hennar eða nýjirðin. Orðaflækjur, það er Já. svona skemmtilegt orð. It's your mother. Mamma, skemmtilegt. Já, líka sækir líkan heim, sko. Já. Núna er ég byrjað að skippa því sem senda aftur. Ég svo sjá að patar koma hennar oft, 606 koma hennar mjög oft. Love Island þátturinn með litlu emblu sást langa leiði hvað hann verið góð mamma. Þetta er sko recap vlog þáttur heima á mér. Já, ég man eftir þessu. Já. Sáttum henni í herbygginu þínu? Já. Var embla með okkur í fanginu? Já, hún var. Já. That's cute. Ég er að horfa á þetta aftur. Já. Já, mjög sætt. Sætt komment. Æsum að þetta er svo uppáhalds. Já, ég hef aldrei heyrt þetta. Já. Hún í afneitum Álfa verið til í Álfaþættinum. Afneitun allt í henni? Þegar hún sagði frá þegar hún fór málið sem ykkur úr Marvel í bíó. Og svo Akkur var ég að segja ykkur frá því? Hvað ertu ekki búin að segja? Hvað erum við ekki búin að segja þetta? Ángrín, stundum verður svona, ég er að glemma að segja þetta 305 þættir. En það var vissulega Iron Man. Ég er satt líka verið Darth Maul. En hvenær gerist þetta? Mér man eftir þessu, þegar tegjurna voru að springur á. Já, þegar Birgit var með hans og ég var með svona bobbul Það var betur að springa. Já, þetta var svo fucking myndið. Ég var alltaf eitthvað twitcha og því var bara hvað er að þér? Ég var bara tegjurnar að springa á mér. Það er svo ógeðslega myndið. Það er bara svo þykkt og mikið hár. Hræðilegt. Þannig var ég líka wholesome hair era. Það var ekki eðlilega dögt. Ég man bara eftir þessar klippu og bara Líka svona eitthvað mun eftir mér bara ógeðslega. Við gerum held ég, við tölum alveg mikið þetta því ég var alltaf ekki á hérna og þú voru bara hvað er Hvað gerast? Sem þetta er þegar Sonja er klaufi. Every day. Það er Sonja klaufi, hvernig sjáu þið það? Ég veit ekki, alltaf Sonja að tala sjóun og hákalla, þeim finnst það alltaf gaman. Þegar hún bregði Birtu í draugasögu þættinum. Það var alltaf sæðilega. Djöðu það gott prank. Já, það var mjög gott sko. Líka ég satt bara mótið en að bregða þér. Já, það er galið. Það er galið sko. Í einhverjum fucking rúmteppi eða eitthvað. Draugar. Já. Við erum að gera það ekkert með aftur. Það var ógeðslega fyndið. Það var fokkið fyndið.
mjög margir að segja allt, öll þóttisköstin svo bara 6 á þetta á restina af þessu. Nú er komið að mínum pökkum. Yes, sir. Má það gana hann? Máttu að gana hann, já. Hann þungur. Þessi þungur, sko. Má ég hrista? Já. Brotnaðu. Jesús minn. Þú veist það vissilega bara að pakka sér inn í eitthvað annað, eða ekki? Ég er búin að því, já. Það var ekkert að meta þetta. Já, meinar, já. Ég setti þetta bara inn í eitthvað kassa, þannig að það þarfst ekki að rífa þetta allt og það þarfst ekki... Nei, já. Ég sé. Já, bara svona, já, dulbúið þetta. No way! Yes, þetta eru 2, þau eru bara fyrst saman. Já, bara, wow. I like this! Wow! Er þetta hálsmenn? Takk að tjókar þetta. Þetta eru svona aesthetically pleasing. Og finnst þið mín svona ljóð? Nei, ég alveg eins, eða ekki? Eins og ég? Og þín, ekki? Nei, ég veit ekki, mér fannst eitthvað kjútið og eittir eitthvað svona bleikt. Ég djóka, mér langar ekki eðla mikið í þetta. Ég sást svipin á mig, sko. Ég er að setja á mig. Sko, veist hvað, gott fyrir að vera með þetta. Hvað er flott? Það ekki? Jú. Hvað er þetta með kíló? Þetta er frekar létt, 500 sko. grömm. Já, ég held þessi bara hálft. Já. Perfect. En þannig bara when you're cleaning. Nei, when I'm doing my hair og eitthvað. Akkurat. Það verður með þetta restan þættina. So it's so cute. Og þessi er svona stór. Það er bara eitthvað svona að íta, þú getur ítt Já, þeim maður svona getur saman. adjustað þetta. Já. Þetta er smá svona eins og hana fingersnammið. Þetta er smá þannig, já. It looks so cute. Oh my god, takk! Minnst það. Þetta er líka, ég get verið með þetta sem árband. Og enginn veit að ég sé að working out. Já, ég er alveg sammálaður. Sko, ég hef alltaf sagt í öllum Sjáðu það, þáttum. nú er þetta workout. Já. Every sip is a workout. Loskan. Ég hef alltaf sagt í öllum þáttum að Sunniva, það er alltaf mjög erfitt að gefa Sunnivu. Ekki að því hún er ekki þakklátt. Að því að hún er bara... Ég verður að gera 28 reps af þessu. Já, svart. Við býðum. Nei, ekki að því hún er ekki þakklátt, það er bara því að hún á allt. Þú líka? Nei, samt, mér finnst ég vanta Þú ekki, fólk segir þetta um mig í alvegni. Það? Af því að fólk á mig alveg meir en ég, sko. Já, en mér finnst bara svona, þú ertu með einhvern óskalistunum í ár? Já, ég er enda með. Ok, hvað er á honum? Mér langar í, eina kápu. Ok. Loðkápu og eitt svona loð frá Feld. Þannig að lambadótið, Já, kindagjótdótið, Siggá, nokkur það. Mér vantar Karolína Herrera ylvatn, Ok. og líka eitt Chanel ylvatn sem ég er búið með. Ok. Já, þetta langaði mig. Er það? Já, Yes. ég ætlaði að kaupa mér þetta. Ég var nefnilega að panta með Amazon fyrir afmælið mitt og ég gleymdi að panta þetta með. Yes, áfram ég. Ég Tók ég allan dag. elska hitt og rétt. Að ég baði ekki um neitt listað neitt. Nei, vel gert. Takk. Ég er aldrei með lista. Nei, ég veit það. En ég bara... Eitthvað næsta. Nei, byrjar á þessum tveim hérna. Hvað er þetta? Þetta er réttum innbúðum. Hei, þetta er alveg verkað núna. Já, ég trúi því. Hvað gæti þetta verið? Þetta er svona gloss. Hvað? Ok. Og svo góðið að þykjast þetta ekkert. Ég er alltaf bara, já. Er þetta, nei, þetta er ekki. Þetta er svolítið sérstætt. Four in one makeup pen. Þú sendir fyrst á TikTok. Sendi ég þetta á Já, TikTok? og ég bara keypti þetta. Hvað vill segja þetta? Þetta er svona penni með, þú veist, varablíjandi, Shut með up. augabrúnadrasli. Nei, þessi er og hvað sem er svona. Já. Oh my god. Lip liner. Þetta er geðveikt. Hvað er þetta? Þetta er eitthvað highlight, þetta er svona hvítur. Eyeliner. Augabrúna. Ok, þetta er, ég má ekki vera með blacks. Nei, en þú veist, getur notaði bara sem eyeliner. Á, pröfa hann. Já. Það er lip liner, hann er dálítið brúnn, en ég fíla það. Er ég ekki með dálítið dökkt á hann? Jú, svona. Þetta er ekki alls slæmt. Þetta er bara dálítið gott. Það er bara svolítið gott að hafa þetta í veskinu, sko. Og þetta er geðveikt.
Hvar get ég sett highlighter svona? Ó, vá, þetta svona pigmenta. Já. Geðveikt, þetta svona mjúkt? Já. Ok, love this. Þetta geggjað. Ok, geggjað. Touch-up eyeliner. Ég þurfti að fá smá hjá eftir. Geðveikt. Ok, Birta, þetta hax. Ekki? Þetta svona eins og svona penni svona með mörgum, viti. Þeir sem að hlusta. Vá, geðveikt. Já. Þú ert svo góð í að taka notes. Ég sendi þér bara eitthvað random TikTok og þú bara keyptir það. Já, bara, veistu það, henni finnst þetta sniðut. Þá finnst mér þetta sniðut. Þetta alveg sniðt. Það ekki? Veistu það ekki? Langar ekki í svona? Mér langar í svona. Mér finnst þetta geðveikt. Nei. Alltaf þegar ég að kaupa eitthvað fyrir eitthvað. Hvernig gerir maður þetta? Þá kaupir maður ekki fyrir sig. Nei, ég kaupa alltaf fyrir mig. Ekki. Ég er að gera það alltaf. Ég held bara, henni langar þetta. Ég vil kaupa líka fyrir mig. Ok, ekki, ég var bara eitthvað, nei, ok, kannski að fæta næst jafnmálskjöf, jólgjöf. Nú algjör frekja og náðu bara pakka hans. Já, þú átt, you shall. Hvað er þetta? Hvað er þetta? Er þetta eitthvað æfingatengt líka? Who Þetta knows? er alveg þúmt. Hún er ekki sýst þetta ómikið, já. Er þetta brothætt? Smá held ég. Er þetta klakagæn? Ég veit að tjekka. Þú les mig efast, ég hef að segja Já, næst ég var að kaupa mér þetta. Það? Já. Oh my god. Okay. Er þetta samið það? Þetta er að ég hef með minnir hinn að vera úr plasti. Ég svona leita Nei, hann var úr nákvæmlega gleri, saman. Var hann úr gleri? Já, Já. þá held ég þetta sé sama. Oh my god. Þetta er okkur ógæslega, ég tjekka um það hvort það var ekki rétt og Þú eitthvað var svona. sko að leita að svona mér svo. Finnst ekki perfect? Ok, svona þegar þú ert með gesti og þú veist, við finnum klaka í hvítinu okkar. Sett bara hún í þessa fötu. Geða svona kjú. Og það er gæðslega sniðt. Þetta er geðveikt. Fullkom fyrir lögðan. Þetta er eina sem er langa afmælisgjöf. Og það? Já. Yay! Oh my god, hvað flott. Gestur í Íslandi það? Nei, kemst þetta erlendis. Geðveikt flott. Takk. Svo er næsta, ég veit þér búin langur það lengi. Og það er mikið að pökkum. Ég bara, þessi er jólin hérna. Já. Erum bara langið til lengi. Hvað haldið þetta sé? Bara langið þetta lengi. Að þú hefur allavega sendt mér svona áður, alveg lungu síðan. Ég man ekkert. Nei, ég man. Ég reyndi að kaupa þetta þá, kringum jólin, það var ekki hægt. Er þetta í random kassa? Það er það náttúrulega ekki. En þú veist, Hvað er þetta? ég reif af heimilisvangi mitt og það allt. Já, má ekki vita hvað á teima. Nei, ótt og ekki. Hvað er þetta fyrst það? What the fuck is this? What the fuck is this? Kíktu. Hvað er þetta svona? Kíktu. Ég veit ekki, er þetta spil? Hvað er þetta? Ég þarf ekki að opna þetta. Ég mátt opna það. Er ég búin að senda þér þetta? Giacomo? Tjekkum út. Er þetta Giacomo spil? Já, það er ekki hefðið. Það var svona til jólin og þá var það uppselt. Ó, Oh þetta er my tveir God, já, pakkar. Ó, geðveikt. nice. En þetta er sko ógeðslega flott. Ég myndi aldrei tíma að nota þetta. Þú ert þér alltaf í T-Cord og eitthvað. Ég hugsa, Giacomo spil! er það ekki geggjað? Það eru stund. Look, that's so mikið sinni að bara pull out her cards. Það er svona alltaf testirnar og fötin. Það er svona designers á hverju. Vá, hvað þetta er flott, sjáðu þetta. Ekki. Sjáðu þetta. Shut up, bensin má ekki snerta þetta. Gott Það þótt, mun- er hinn alveg eins? Já, örglega. Og nenni er þetta að koma í aðeins betri umbúið svo hættum að skemmi þetta. Já. Já, ok, nice. Gott að eiga samt tvo. Já. Þannig að, hei, hann er ekki eins. Ekki. Býtu, ég er spennt. Jónis. Ok. Gæður þetta ekki tvo? Já, það er gæðut. Þannig að ég getur einn í veskinu og einn heima. Sturlað. Vá, hvað þetta er flott. Oh my god, sendi ég þetta einhvers mann? Þú sendið mér þetta þegar við gerðum jólin og það seldist upp fyrir jólin. Þannig ég ætti ég ennþá eitthvað svona Hvernig skemmtilegt. manstu það? Ég veit ekki, að því ég leita af þessu jólin. Kannski er að brúta því. What the fuck? En Ég man ég ekki bara- settur þessu að þetta var til. Já. Þetta er iconic. Þetta er gæðut. 8. Já, og ég var að spila. Að spila það. En við erum alltaf að fara í afternoon tea núna. Við getum spilað. Og við getum spilað, já. Já. Ef þú tímir. Takk fyrir mig. Nei. Ég tími fyrir ykkur en ekki kallmenn með bjór. Satt.
Þeir eru messy. Já. Já. Það er bannað að sylla á Jack og Múspil mín. Já. You cannot. En þetta er líka bara flott, bara svona bara hillunni, strenghillunni. Þetta er geðveikt. Þetta er 10 out of 10. Ég elskar svona Yay. random hluti fyrst, þetta er geðveikt. Geggjað. Ég get eðalega án. Takk fyrir mig. Já, nema Má ég hvað knúsa þig? ánað að hafa hitt í marg. Bara verðir að því. Takk fyrir þetta geggjaða partí líka. Herðu, bara, gjör það svo vel. Bara Núna- svekka við náum að borða lítið. Já, ég ætla að frista þessu köku. Herðu, já, gerð það. Það ekki? Jú, klálega. Sittum hann í amalið mitt. Já, hún getur bara með. Já. Herðu, bara takk hérlega fyrir mig, allir Teipos besties, takk Birta. Já, takk Ég er bara spennt fyrir að spila og æfa með lóðum mín. Þetta er svo gaman. Já, bara we love you, Sunneva. Takk fyrir I love að you vera too. allt, bring all the good vibes always. Og við hlökkum svo til að eyða öðru ári með þér. We love you. Love you besties. Bye.